Tveir Lulu með ykkur á svæðinu. Tveir Lulu? Tveir Lulu. Hei, við erum tveir Lulu. Hvað segir gott Óskar minn? Ég segi fínt. Tveir Lulu eru styrtir af islandpoland.is. Það er mikið rétt. Það er mikið rétt. Og bara góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn og gleðilegan mánudaginn. Nákvæmlega. Og hvernig vikaðin búin að vera, Óskar? Ég er bara kraftaverka að ég sé ennþá á lífi. Nú? Því að það er búið að vera crazy í vinnunni alla dagana. Crazy. Já, við erum rosalega undir mönnuð og einnig eru margir búin að vera veikir, þannig að ég var bara aleinn að sjá öll útibú Jóhann Rönning. Já, ég mitt vissi að það voru undir mönnuð því ég sá auglýsingu á Alfreð sem var að leitast eftir sölu manni í Grundartanga reyndar, en ég hugsa mér að því að þú ert bara lagerpegi. Ég bara hugsa að þetta er bara upgrade fyrir Óskar. Af hverju gerist hann ekki bara sölu maður? Hann þekkir alltaf vörurnar, búin að vera þarna lengi og ég er bara svona, sá þetta, ég bara sendi Óskar í þetta og sendir upplýsingarnar og segir bara að fara go for it og þú lést skara skríða. Já, ég talaði við yfirmanni minn og hann bara, þetta er bara flott, endilega sót og svona, síðan fann ég þetta loksins og tjekkaði þetta svona, það er bara Grundartangi. Já, þetta var á Grundartanga og við erum ekki þar. Nei. Það er svolítið langt í burtu, sko. Þá þurfti ég að flytja á Akranes og eitthvað. Já, það er svolítið langt í burtu. Það er svolítið langt í burtu, sko. En hvað segirðu? Og brálega að gera í vinnunni og alveg crazy, sko. Alveg crazy. Ég bara gegndrepa föt af svita og bara grátur, næstu í grátur allavega. Já. Og það er mánudagar, Mánudagar, já. Síðan er bara, fyrir utan það var bara eitt búið að veltast fyrir mér bara allan tíma. Já. Mér er búið að langa að spyrja bara þú sem ert að hlusta, ef þú ert svona manneskja. Ég ætla að spyrja það sem er þessi síðustu viku. Það er sko, ef þú ert á bíl sem býr til hávaða og klukkan er 11:30 á miðnætti þegar allir eru farin að sofa er þá ógeðslega sniðugt að bara gefa allt í botni bara og eitthvað. Var þetta betri Óskar í eina nóttina? Já, þú veist, þetta gerist oft sko. Bara maður er svona að sofa, maður er einhvern veginn maður er svona farin að detta í svefn og svona líða vel, skildu bara eitthvað. Já, en hugsaðu Óskar, settu því í fótspor 17 ára peyja sem er með einhverja skvísu í bílnum. Já. Eitthvað sem hann er að reyna við. Já. Og hann er að sýna henni þeim áttin af bílnum með því að þenja nú svona út sko. Já. Þannig að ég held að Óskar myndi gera því sama. Er hann að búast við bara, einmitt á þessum tíma að allt fólki í öllum blokkunum kom bara út og bara wow, hvað þessi er töff. Nei, hann er bara í sumir eflaust en ekki allir sko. Hann er bara að gera þetta fyrir sig og sína sko. Já. Hún er mér alveg drullu sama Óskar í blokkinu sko. Já, alveg drullu sama. Já. Sko ég lendi stundum í að nágrannar minn fara bara að bora klukkan 8 kvöldið, ég er að horfa mynd, skilur þú? Já, það heyrist alveg í gegn. Já. Stundum ég með samanskapið að horfa á bíómynd sko. Það er náttúrulega með græjur og svona. Já, stundum mér er svo slett sama. Af því að hann er að bora í vegginn klukkan 8 kvöldi, þannig þá horfi ég bara myndina mína með mínum háaða. Og það var partíinu svona daginn. Og partí ekki á mér, hjá nágrannarna mínu. Og fíl bara og klukkan var alveg orðin sko 1 eða 2. Já. Og ég bara, ég er komin á, ég hringi lögregluna. Og lögreglan kom og ég náttúrulega, það er rosalega, heyrir allt á milli sko, og ég bara, og löggan kom og bong og svo bara, þögn í svona max 5 mínútur. Já, svo bara bunsk frábært. Og ég var bara vildur ekki fara yfir bara og sko nei, þá vissu það að var ég skilur en ég hef aldrei hitt þessa nágranna, ég er búin að banka held í 3 sinnum upp á. Já.
og núna vita þetta var ég fyrirgeðu ef ég hafi skapað einhver vandræði en þetta skapar umræðefni nákvæmlega fyrir ykkur í partíinu þannig að mín var ánægjan en já, þú veist, ég var bankað heldur 2-3 upp á og spurt sko hvort að þau aldrei svarað mér sko. Engin heima bara? Engin heima, annarkvort engin heima eða einhver heima og ekki gert neitt af því þú eins og voru að bora eitthvað rosalega mikið þvílíka framkvæmdir og ég banka upp á svona aðeins bara heyrði bara aðeins að býða svona fara með þér hádegi eða eitthvað svona aðeins að ná morgun róni en það bara kom enginn til þér ég vissi alveg að væri einhver aðeins inni af því ég heyrði alveg þau voru að bora hana já, það var í félur svona já, það var svolítið skrítið en þau hættu samt sko í smá tíma já það er kannski spurning bara að ef þú getur ekki unnið þetta fólk bara joina ég er ekki fara að halda partí sko á laugardegi eitthvað til að hefna mín sko nei bara næst að þau halda partí bara banku upp á að fara vera með já ég hugsaði það hvort ég ætti að fara í partí til þeirra sko já það er svolítið skrítið bara hver þú, býðan að hliðina ég heyrði bara partí og mér langar bara hann með en vikan mín Óskar er hún búin að vera góð? Hún er ekkert sérlega búin að vera góð það eru líka veikindi og búin að brjála að gera hjá mér í vinnunni og ég var svo sveittur í dag ég bókstaflega, það bara gerðist ég sá svitan leka af ennin á mér og bara á gólfið nice. Ég var bara nice og sem betur fer, þá þurfti ég ekki vera mikið lengi, ég gat farið heima eins fyrr, en ég fór heim fór í heita sturtu og var bara og aðeins lagðist upp í rúm og svona aðeins að skoða YouTube í símanum mínum og eitthvað svolítið allir maður rosalega næs en vikan overall, þá hefur hún bara verið busy bara busy same sko en Óskar, já ert þú tilbúin? Já Er það? Já Er það rétt? Ég er tilbúin Það er gott að vita Er ég tilbúin? Já, ég er sko tilbúin. Raunveruleika sjónvarp. Við eigum það til að horfa á raunveruleika sjónvarp, en spyrjum okkur að því, eru þau raunveruleg? Er þetta í alvöru? Er þetta satt? Eru raunveruleika þættir raunverulegir eða eru brögð í tafli? Það er stundum þó nokkuð til í raunveruleika sjónvarpi og þau veita manni fróðleik, skemmtun og ánægju. En það kemur fyrir að raunveruleikin sé stundum aðeins boginn. Við erum 2 loðnir og erum lausnamiðaðir vandræðagemsa og við ætlum að athuga raunveruleika sjónvarp. Mikið rétt, Óskar minn. Þetta var hljómað eins og conspiracy theories en við erum ekki að tala um bara raunveruleika sjónvarp. Já, sem er hálfgerð conspiracy theory að maður pælir í. Já, eins og Bear Grylls með þarna wildkallinn hana gæinn í náttúrunni. Já, sem að drekka piss og eitthvað. Já, það er bara vist allt scripted. Jú. Já, hann er bara með crew og bara tökum þetta aftur. Borða þetta aftur. Új. Já, hann gerir þetta allar svo hluti auðvitað, en ég sá eitthvað svona behind the scenes einhvern tímann og þá var hann bara, var þetta bara krúið að leikstýra honum, sko. Já. Getur þú komið og hoppað sín onni þessa grifju og verið bara hva, skilur þau. Þannig að ég var bara, já, ok. Bara að vera fake þetta allan tíman. Já, bara, þetta var bara fake. Það er ekki töf. En Óskar. Já. Hvaða raunveruleika sjónvarp er svona versta er svona þitt guilty pleasure ertu með eitthvað svoleiðis? Guilty pleasure? Já, eitthvað sem er svona bara þetta er svo gott. Já, ég svona vil ekki neitt vita því. Já. Ertu ekki með neitt svoleiðis? Sko, að meira Helga elskar raunveruleika sjónvarp, sko. Já. Og jú, ég talaði um þetta nokkuð sem áður, ég held að RuPaul sé bara mitt guilty pleasure, sko. Já. Ég hef alveg já, með mikla fordum áðurinn fór að horfa á þetta og svo bara núna getur ekki hætt. Þetta er bara gaman, sko. Já. Og náttúrulega þegar maður er komin nánast út í endan á seríunni þá er maður náttúrulega klára. Já. Náttúrulega að loka þáttur held ég í þessari viku. Já. Ég á nokkra. Þú átt nokkra? Já, 2. Já. Fyrsti er sko
það er svona sá síðari sko. Það voru þættir sem hétu Beauty and the Geek. Já, ég náði aldrei að sjá þá. Já, það var bara mesta bull í heiminum. Það voru fegurðardísir og nördar að vinna saman í teimi og þetta var algjör þvæla sko. Og ættu þeir að reyna að heilla stelpunar? Já, það endaði held ég það var eitt atvik þar sem parið byrjaði saman sko. Og þau áttu að breyta þeim í fallegri menn held ég og þeir áttu að gefa þeim gáfur held ég hafi verið einhvern þannig, ég man þetta ekki alveg. Já, þannig að það voru ekki einhverjir svona tölvunördar að keppa á móti tölvunördum. Þetta voru tölvunördar sko, þetta voru bara algjör brainiacs. Já, þetta var gáfafólk sem? Þetta var gáfafólk sko. Það voru algjör nördar, bara gamla útskýringar nörd, bara ef þú setur það bara með pocket protector og glerugu og hvítskyrta og svoleiðis, þeir voru allir þannig. Já. Og síðan seinna sko, þetta eru bestu þættir sem ég hef nokkur tímann séð og ég skil ekki hvernig þetta var leyft. Okay. Það voru þættir sem hétu Kid Nation. Já, einmitt. Já, veistu hvað þættir það eru? Já, ég held að við höfum hortað á saman með þessu. Já, ég held að við sýndir það einhvern tímann. Já, það var mjög disturbing sko. Það er mjög það er bara skrítið. Þetta er mjög skrítið. Það er bara sett krakka, bara held ég hátt upp í 20-30 krakka út í raskat. Var þetta ekki bara eitthvað þetta var bara svona bæir sem hann farið eyði. Já, bara voru húsarna og allt svoleiðis, eitthvað hefur verið gert upp og eitthvað svoleiðis og krakkarnir skiptu sér í lið, það var bláa, gula og græna. Já. Og svo voru náttúrulega, þetta var eins og Survivor dæmi, að þau voru bara að lifa þarna og þurftu að sjá fyrir sjálfum sér og það var hierarkía, þannig að svo sem vann keppnin að fekk mesta peningin, fekk útborgað 3 gullpeninga sem var hægt að kaupa í sjoppunni og þurftu ekki að vinna við neitt. Og svo var annað sætið, eða lendir í öðru sætið í keppninni, þá fékkstu að vera merchants eða afgreiðslu fólk, vinna í öllum búðunum og þannig í eldhúsinu og búðinni og svoleiðis. Og svo var þriðja stéttin, það var lágstéttin sem fekk bara 1 gull og vann öll skítverkin eins og að bera vatn og þrífa salernin eða raun kamarinn og svoleiðis. Og þetta var bara mesta steypa, bara frábær steypa. Elsti krakkin var held ég 15 eða 16 ára. Var hann svo gamall? Já, yngsti krakkin var held ég 8 eða 9 ára. Já, 7, 8 eða 9. Og það náttúrulega kom í hverjum þætti, þetta var náttúrulega allt upp á peninga, skilur við. Það var kosið hver var svona bestur eða eitthvað svoleiðis og þá fekk hann eitthvað svona gullstöng. Stjörnu eða eitthvað? Jú, stjörnu og stjarnan var held ég $25,000. Já, þegar þið voru búið með þetta? Já, þetta var gert alltaf, ég held ég gert svona í lokin eða eitthvað, ég man ekki alveg. Ég held að þið hafi verið þarna alveg í 1,5 mánuði eða eitthvað. Já, þetta var alveg sko stórmál. Eftir að þáttur var gefin út, þá var þetta algjörst bara vandamál. Fólk var ekki sátt með þetta sko? Nei, það var ekki alveg sátt með þetta, en þetta var svo gaman að horfa á þetta af því að þetta er svo brenglað. Þetta er bara sturlað. Þetta er bara sturlað. Ég man eftir yngsta krakkanum sem bara fór að gráta. Já, þetta var fyrstið þátturinn og hann bara, þetta er bara ekkert sniðugt. Mér langar bara heim, mér langar bara til mamma og pappa. Já, hann fekk að vera heim. Hann fekk að vera heim. Hann var, sko, þetta máttur ekki halda krakkana með hann sagði, mér langar bara heim. Nei, þú skrifaði undir bara hérna samning og þarf það að vera hérna allan í mánuð. Þetta mér fyndið, þessi sami krakki, hann var í viðtali hjá YouTuber sem heitir JonTron bara fyrir svona hálfu ári síðan. Ég man þetta, já, ég horfði á það. Og ég man, svo fyndið saga, þegar krakkin var einmitt eitthvað út í hotna gráta, bara, ég vildi ekki. Og kom svona upptökumæður upp á hann og fyrir ekki þau hérna, maður taka vídeo þegar að gráta. Já, það bara allt svona er gott sjónvarp, eða er í þeirra hug. Já. Er gott sjónvarp. Og ef í Survivor, ef einhverjir að sofa saman í einhverjum hött, það þarf að taka þau upp. Það þarf að sína það bara nánast alveg alla seremoníuna þegar að stunda hérna dónadansinn sko. Dónadansinn, já. En hins vegar þá
fannst mér þetta þessi þættir bara æðislegir. Ég er búin að horfa á seríuna held ég tvisvar sinnum. Það er bara til ein sería. Já, þetta var alveg bara band bara alveg leið. Já. Ég held að það mátti ekki einu sinni klára, þú veist, að sína þetta alveg í... Jú, þeir kláruðu alla seríuna, sko. Já, hann fengur þér að sína hana í sjónvarpinu. Ég held örugglega einhvers staðar. Já. En alltaf hana er þetta nálgast hana á held ég nokkru þetta á YouTube eða eitthvað. Já. En þetta var alveg æði. En hvaða svona veist, sem þú manst eftir að hafa hort á, skilur við? Ég man eftir þarna Amazing Race. Já, ég horfði mjög mikið á það. Já, var það ekki? Jú, það var alltaf á stöð 2. Já, og var þetta ekki þannig að þetta var hálfgerður ratleikur, ekki? Þetta er bara basically ratleikur, fóst þangað, fegst eitthvað miða, last eitthvað bara, farðu þangað og fylltu körfuna af melónum. Og þú bara, já, ok. Og svo bara ferði þangað, fyllir körfuna af melónum og þá kemur eitthvað gæir og réttir annað umslag og eitthvað svo leiðis. Já. Og svo náttúrulega var þetta bara tímataka, bara svo sem fyrstur komist í mark, hann fer fyrstur út. Já, einmitt. Þannig að en þetta voru alveg æðislega þættir og alltaf sá sem var síðastur í mark bara var sendur heim. Já, var svo ekki líka, ég held að þetta hafi verið eitthvað svona keppni frá Ameríku til Evrópu. Þetta var alltaf bara, það var bara tekin bara, þetta er eins og bara svipa eins og ameríski draumurinn. Já, þannig að þeir fóru bara í einhverju heimsálfu, voru bara flakkandi, fljúandi og þurftu að redda sér sjálf. Ég man að þetta er einhverjum þáttur sem voru á Íslandi, sko. Já, það var eitt þáttur sem var held ég á Íslandi. Já. Svo langt séðan, ég man ekki eftir þessu, sko. Þetta er svona held ég ennþá í gangi eða eitthvað. Já, ég held að, ég var eitthvað að googla þetta á hann, það verið stóra 2005. sería eða eitthvað. Pældi í því. Þetta er bara, það heldur áfram og áfram. Svo Survivor, ég er alveg, maður horfði kannski eina seríu og bara, þetta er magna. Svo er til bara gaurar á YouTube sem er að greina þættina. Bara ef ég myndi fyrir Survivor, þá veit ég alveg hvar Helgi Friðar ædólið er. Ég er bara, já, ok. Helgi Friðar ædólið? Já, þú gast fengið svona ædól sem gaf þér svona varstu stikkfrí. Já, þurftir ekki að gera það. Já, það þurftir ekki, gast ekki verið kosin út. Því þú varst með þetta ædól og þú máttir ekki, getur sagt engum frá því og bara geimt að það bara akkurat í endan. Og það er bara baram. Já, þurftir maður að finna það eitthvað svoleiðis. Já, það var falið í skóginum eða eitthvað. Já, ég er nefnilega bara að sé bara klippur úr sem þáttum. Ekkert hort á það, sko. Nei. Ég horfi ekki á neitt, manstu. Nei, þú horfir ekki á neitt. Þú horfir ekki á neitt. En íslenskt raunveruleika sjónvarp. Já. Það er til. Það er eitthvað um það. Ég man eftir íslenska ædólinu. Já. Sem var 3 held ég. Já. Já. Það var stórt mál. Já. Ég fór á allra síðasta ædól þáttinn. Já, það í Smárlundinni. Já. Já, var það ekki í Smárlundinni? Jú. Í Vetrargarðinum. Já, sem er ekki Tívolí. Það sem Tívolí er núna nákvæmlega. Ég einmitt var á síðasta kvöldinu, sko. Já. Það var stemming, sko. Já. Líka þar einmitt þegar auglýsingarnar eru, þá var svona skemmtiatriði í gangi á meðan. Það var bara miklu skemmtilegra. Já. Sem ég vil bara var eitthvað að telja upp alls konar hluti sem voru heimskulegir og þeir voru finnir. Já. Og hann hafa bara semi uppistand þarna milli í auglýsingunum. Já, eitthvað svoleiðis. Ég er bara líka Pétur Jóhann kom hann eitthvað og svona tilti hausnum í áttina mér. Já, þú bara, Pétur Jóhann bara hilsaði mér, skilur. Já, nýbúin að vera uppistandi daginn áður, sko. Hann kannast við þig. Hann man eftir mér, sko. Já, nákvæmlega. Samt vill hann ekki tala við mig í dag, sko. Nei. Ég er alltaf að reyna að tala við hann. Já, bara hæ Pétur, hann bara, látt mig vera. Já, og Messenger eða? Já. Ok. Séðan, mann er bara eftir skilabóðum og svona sín. Já. Hann sá það alveg, sko. Já. Pínu særandi. Já, það er það. Við vorum ekki að tala um Pétur Jóhann. Nei, það var Páll Óskar. Já. Já, það var náttúrulega ædólið, svo kom eftir ædólið kom X-Factor sem var pretty much að sama alveg eins. Það var ekkert öðruvísi. Það var ekkert öðruvísi, höfðu mér þess að held ég, sko, ég manni hvort að Bubbi hafi verið með í því, en Bubbi hefur alltaf verið vondikallin í öllu svona. Hann er svona íslenski Simon Cowell. Hann á að vera það. Þetta er bara ömlegt, bara strákarnir bara eitthvað syngjandi, bara lag og ég bara skil ekki hvað það er að segja. En svo náttúrulega X-Factor, það virkaði ekki alveg, það var Sigga Beintins var í því. Alveg rétt, já. Og fleiri. Það var ekki alveg að virka, sko. Nei, síðan eftir það kom náttúrulega The Voice. Mér finnst það alveg frekar skemmtilega. Kom Voice á Ísland? Einu sinni. Já, það. Kannski 2 svar. 1 sería, 2 seríur.
Það er alveg gott stöf, sko. Manna Katla vinkona mín tók þátt. Ég man ekki hvað komst áfram. Nei. Þannig, svo saga er irrelevant. Já. Svo náttúrulega var bandið hans Bubba. Já. Já. Alveg rétt. Hann bara eftir Idoli bara, ég þarf að búið ykkur hljómsveit og eitthvað og hvar er það í dag? Bandið Bubba? Já, Kalli Bjarnar sem vann það, er það ekki? Nei, hann var í Idolinu. Hérna fallegi maður með ljósa síðahárið. Já. Hann vann þetta, held ég. Hann vann þetta. Já. Sem var hérna, líði bara fallegi maður með síðahárið. Eyþór Ingi, já. En hvar er bandið, skilurðu? Bandið Bubba? Já. Hvar er bandið sem var búið til? Hann var að leita söngvara í bandið. Já, meinar. Já. Þetta er svolítið mystery, sko. Þetta er mystery. En það svo náttúrulega, sko... Já, náttúrulega, mér líf bara að byrja vebra. Það var ákveð vebra. Það náttúrulega kom væral mím úr því, íslenskt mím. Kannski það ástand að bandið Bubba er ekki til. Já, það. Já, kannski. Já. Ég náttúrulega veit það ekki. Hún allána líður örglega ágætlega vel. Já. Bara. Örglega. Hann flúði til land. Nei. Jú. Nei. Jú. Hann flúði til Færeyja. Skammaði sig svona mikið? Nei, hann var bara fyrir miklu einelti á Íslandi. Já. Það kom bara, held ég, ekki langt síðan, bara fyrir hálfu ári síðan eða ári. Þá kom bara afsökunarbeðni frá gaurnum sem postaði í vídeóinu. Nei. Svona óformleg afsökunarbeðni. Vá, ég meina... Náttúrulega einelt er að það slæmt, en ég var þetta ekki bara að fyndið samt. Hvernig myndi þér líða, Óskar, ef að þú myndir segja einhverja svona setningu og það væri alltaf einhver, Óskar, hvernig ertu í dag? Ertu ekki bara ágla velbala? Það líður ekki bara ágla velbala? Ertu ekki gauran að ágla velbala? Ég veit það ekki. Ágla velbala! Já, ég veit það ekki. Á djamminu og ertu kannski með date, bara hérna að segja þetta sem þú sagði hann í þættinum hana. Bara gangi ykkur ágla velbala. Er það kærasta þín? Já, er hún ekki bara ágla velbala? Þannig að hann var stressaður og þetta var alveg örugglega erfitt en það er náttúrulega til tvær típur að taka móti svona, annarkvort lætur þetta fara í þig eða hann gæti orðið bara frægi ágla velbala gæinn. Já. Og var bara frægur fyrir ákveðlu velbala. Bara embrace þetta, ég meina, það var bara fyndið. Það getur gert trademark, bara verið í auglýsingum, bara, Vodafone, ákveðlu velbala. Nákvæmlega. Það hefur bara verið snilld. Já, það hefur verið snilld, það hefur verið mjög gaman. En Óskar, ég hef verið í raunveruleika sjónvarpi. Já. Ég man eftir því. Já, þú varst viðstaddur. Ég satt í sófanum. Þú sast í sófanum. Já. Þetta var magnað. Hvað er það? Minute to win it. Minute to win it. Nákvæmlega. En þar var vondi kallinn þáttastjórnandi. Já. Og það má vel að segja að vondi kallinn fór á hestbak á mér. Alveg rétt, já. Hann gerði það. Já. Hún var svo stór já, hann spurði hvort ég verið skildur Gunnar og Hlíðarenda en ég er sko ekkert ættaðar frá Hvolsvelli. Nei, ég er ættaðar frá Hvammstanga og Vestmannum og Reykjavík. Svoleiðis. Já, en allavega ég fór í þetta Minute to Win It og kefti í því og varð alveg sko frægur á Hólmavík sem Minute to Win It gæinn sko. Því árið setna flutti ég til Hólmavíkur. Já. Voru allir að horfa á Minute to Win It þar? Já, allir sko, allir. En ég vann eitthvað bensininegn og eitthvað. Í hvaða sæti varstu það? Sko, þetta er náttúrulega að þú safnaðir, þú gerðir þrautir. Já. Og... Er þetta alltaf erfiðar og erfiðar eða ekki? Jú, samt ekkert. Þú gast alveg byrjaði erfiðstu þrautinni. Eins og ég þurfti að vera, sko, standa vera í 8 metra hæð eða eitthvað, eða 5 metra hæð og láta Mentos detta ofan í kókflösku. Já, alveg rétt. Já. Og ég náði því. Það var rosalegt. Fekst 3 tilraunir, eða 3 líf. Einstaklingurinn hefur aðeins 3 líf, eitthvað bla 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 bla. Og ég bara náðu að droppa og þú bara flupp, beint ofan í. Og svo, það er leiðilegt en satt. Þá veit ég allan, þegar ég var hann að viðstaddur í baksviðs, það er gæi sem bara er að stjórna, að reyna að búa til gott sjónvarp. Já. Bara setjum hann í þessa þraut hún er erfið gerum það, og svo bara fer hann í þrautina og ef hann næri áfram, setjum hann í þessa þraut hann er góður í því,
ég fór í trials, ég fór í sko bara eitthvað svona dæmi bara í bænum eitthvað, það sem allir voru að prófa allar þrautirnar og eitthvað svoleiðis. Allir svona áheyrnarpröfa bara fyrir þáttinn? Já, bókstaflega. Og það voru fólk bara með svona bara notepad, bara þessi fínn, þessi flottur. Hei, hvað heitir þú? Já, ok, flottur. Okay. Og þá var ég bara wow eitthvað voða fyndin, eitthvað að reyna að komast í sjónvarpið reyna að vera frægur og ég komst í þáttina en svo já hann let mér fá þessa þraut og þessi þraut, ég var bestur í þessu þraut það var þrautin sem ég submittaði til að komast í áheyrnarpröfunar sko. Kókþrautin? Nei, ekki kókþrautin, heldur að búið til brú af spilum yfir ykkur 2 bækur en ég fekk einhver gömul spil það var ekki bara gömul spil sem einhver átti búin að geima Rásason í 10 ár þess vegna náður þig ekki já, ég vil meina það hafa verið spilunum að kenna ekki mér nei, þú hefur bara átt að koma með spil með þér já, ég hefði átt að gera það hvað vann ég? Já, ég ætla að spyrja þú náðu þér frekar langt, er það ekki? Ég náði, sko, að klára 3 fyrstu þrautirnar, þá varstu safe já og alltaf 3 held ég, það voru 9 þrautir eða eitthvað já. Og ég náði fyrstu 3 þannig ég voru komið með eitthvað bensininegn og gjafakort á mat eða eitthvað og eitthvað svoleiðis og gjafakort í flug, það var eitthvað eitt svoleiðis það er næst og svo ég var komið með PlayStation 312 já. Þá var hún glæný já, svoleiðis ekki 4? Nei, 3 hvernig kom PlayStation 4 út? 2014 Já, þá geti verið PlayStation 4 já. Bara Jú, það var eflaust PlayStation 4 eflaust og ég var komið með hana sko, í hendunar skilur var bara bókstaflega ég þurfti að klára þessa brúarþraut þá væri það allt orðið stikk bara svona fast já. Ég var búið með öll lífiðin eftir mentósið og eitthvað svona en ég tapaði þessum brúarþraut og misti PlayStation-töluna í vaskinn sko. Það er svo leiðilegt já. En það er alltaf leiðilegt að hún er úrelt í dag Hún er úrelt í dag, þetta er glemt á grafið þetta er búið mál náttúrulega Ingo fór upp á baka á mér og það er eina sem ég sitt sár með núna í dag Það var, sittur sár? Já, nei, þetta var, ég veit það ekki ég er bara að vera með allir mínu Já, hann er vondi kallinn Ég man allan eftir þessu það var ævintýri í sófanum sko. Já Ég man ekki þessi þáttur var styrktur af þú veist, Vífnfell eða eitthvað kóla eða eitthvað og við förum 3 vinnir í sófan og einn vinnur okkar er með flösku með sér og þetta er Pepsi flaska og hann svona setur hann svona bara við hlýna það setur hann hérna við hlýna hrófanum og svo kemur einhver kona bara hvað þetta gerum með þetta bara húðskammar hann sko bara þetta er ekki styrktaraðalinn okkar hann verður alveg brjálaður en að sé þetta á eitthvað hann bara sorry ég bara veit ekki hvað ég geri og svo náttúrulega náði kona mín þessari frábæru mynda mér að gefa The Hitler Salute ég vil þetta ekki gera það aftur það má kvæta þetta úr nei halda fram, já og það er til mynda mér einhverstaðar sem ég er bara í beinni útsendingu í íslensku sjónvarpi að gefa merkið gefa merkið, já en í rauninni var ég bara að segja hæ við þig já ég sagði bara hæ Kristbergur en ég fekk ekkert að tala neitt við ykkur nei það var eitthvað östuð bara nei, hæ, gaman að sjá ykkur bara herrið, svo bara og var sminkaður eitthvað en málið, ég ætla að tala hans buxur og þetta outfit og ég náttúrulega fer í sjónvarpið og það bara kemur ykkur kona bara ætlar að virkilega vera í þessum fötum bara ég var í venjulegum joggingbuxum og eitthvað ég bara, ég ætla að vera í þessum ég ætla að vera í þægilegt svo ég geti hreyft mig venjulega hún bara, ertu með eitthvað annað? Alvörunni? Já, og ég hafði jú, ég er með leggings út í bíl sem ég saumaði sjálfur já, náðu það, leið mér að sjá og ég bara kem tilbaka og með þessar buxur hún bara farið þær þessar sena sem ég er í núna já, ég fór í þessar buxur og hún leið, þetta er æðislegt, þetta er gott sjónvarp þetta er gott sjónvarp já. Og ég alveg,
Ok. Já, allt í lagi, þá bara verð ég í þeim í svona bara nýþröngum leggingsbuxum. Geggjaður. Já. Það eru svona rauðar Það eru rauðar á hægri skálminni og með silfurlitar og vinstur skálminni með stjörnur. Það er rosalega töff. Það er rosalega töff. Það mætti vel bara verið í þessu alltaf. Já, ég myndi var að tala við Gunni um það, hvort ég ætti ekki verið alltaf í þessu. Þá verður einhvern tímann frægur. Já, gæinn í buxunum. Gæinn í buxunum í Hafnarfirði. Já. Það verður mjög töff. Það er markmiðið í lífinu að vera gæinn í buxunum í Hafnarfirði. En þetta var alveg skemmtilegt. Langar mig að gera það aftur? Nei. Ekkert svona raunveruleika sjónvarp setna? Ég væri til að fara í spurninga þátt eða eitthvað. Já, svona eitthvað búið að finna pub-quiz sem er í gangi núna. Ég var alveg til í það. Ég var alveg gett góður í því. Já, það er gaman sko. Já. Þannig að ég bara setja þetta út í kosmosið. En núna eru náttúrulega til fullt af raunveruleika þáttum í gangi. Já. Það er eins og æði. Já. Hefurðu séð það? Ég sá fyrstu seríuna. Já, ég sá líka fyrstu seríuna. Já. Og það er svolítið erfitt að horfa á það. Nú þurfum við að fara varlega. Nú? Mér fannst líka svolítið erfitt að horfa á það, sko. Já. Ég er bara ekki í þessari hvað ég segi Senu. Já, þetta er svolítið hvort maður segi fyrir minn tíma. Nei, ég veit það ekki. Þetta er ekki já, þú náttúrulega ert ekkert í slay Ég er þetta fann að segja slay svolítið mikið, sko. Já, það er ekki gott. Smitaðist að konni, hún elskar þetta, sko. Já, hún er að fíla þessa karaktera. Já, hún fílar þá, sko. Ég fíla það ekki, sko. Nei. Og ég talaði um það í partíi að ég væri ekki mjög mikið að fíla það og það var hraunaði um mig. Já, það. Þannig ég bara býst við hate-maili núna og alls konar dóti, sko. Já, þá er það bara þannig. Það er bara þannig. Ég elska alla samt. Já, þetta er alveg frábært að þessi er að gera þetta og frábært að fólk skuli hafa ánægin að horfa á þetta. Já. En þetta kannski er ekki fyrir alla. Nei, það er alveg rétt. Ég horfði á fyrstu seríuna og ég var bara, hvaða heila mög er ég búin að horfa á? Þetta er bara svo mikið heila mög og þetta var alveg skemmtilegt að sjá ævintýrið þar sem að hvernig þetta þróaðist og allt svoleiðis. En þetta er náttúrulega það er einhver sannleikur í þessu en þetta ég veit að þeir eru að ígja alveg rosalega mikið. Já, hlýtur að vera. Já, en svo er núna nýjir þættir komnir út með Sunnivu Einars og vinkona hennar man ekkert hvað heitir með samstarf þau eru núna þau eru að prófa núna að fara að vinna einhvers staðar út allt í ýmsum störfum og eitthvað svoleiðis og mér langar smá að sjá það. Já, getur áhugavert, sko. Já, af því að ég held að það getur verið fyndið. Já. Mér dreymdi einu svona að gera raunveruleika sjónvarp. Já. Mér dreymdi að gera svipað og þetta og fara að vinna á ýmsum stöðum. Já. Svona, eins og þetta voru þættir í Bandaríkjum sem Dirty Jobs og mér langaði svona, ég var alveg til að gera eitthvað svoleiðis. Fengu þér ekki oft selef til að fara í svona, ég manna Daniel Radcliffe, Harry Potter-gurinn, hann var fenginn í, ég manna ekki, svona receptionist, svona gæi, var alltaf að taka móti fólki. Já, og var ógeðslega stressað, bara, þetta er ekki fyrir mig. Og hann bara svona, úff. En talandi vinnu, þá erum við í boði islandpoland.is. Já. Sem vinna með þér ég veit ekki þú mátt eiga þetta slagur eða þú vilt Ísland, Póland, vinnur með þér hljómar svo það hljómar eins og segja að selja vinnuafl en einmitt já, stróka brót en höfum það samt, þú mátt samt nota þetta en ekki nota þetta, er ekki gott gerðu bara sem þú vilt en með raunveruleika sjónvarp þetta er svo margt sem er bara skrifað eða svona parta til. Já, eins og oft þegar maður sér svona það er kannski verið að hringi einhvern já bara, gáðan sér þeir, bla 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 þá einhvern veginn svona, maður veit að þetta sé ég er alltaf feikt með hann penna þá veit maður að það er fake já út að bara eitthvað manneski að labba niður götu svo alltaf bara hring bara, nei hæ þú veist, það er enginn að
elda manneskina með kameru. En svo voru sko þættir sem voru svolítið kontroversial á tímabili og ég horfði mikið á Pimp My Ride. Já, alveg rétt. Með Ice Cube, nei. Nei, það var 50 Cent. Nei, ekki 50 Cent, það var Snoop Dogg. Nei, það var rappari. Rappari. Ekki Tupac. Nei. Nei. Allra gíska og alla rappara sem þú veist. Eminem. Veistu hvað var upp á sjónstina hans Tupac? Nei. Það var það Kiss. Já, nákvæmlega. Vá. Ef við förum ekkert um Kiss trivia, ef við förum í pub quiz og það bara, og núna Kiss, þá dreigið þið með. Já, endilega. Já. Ég svona, það gæti verið að ég sé ekki alveg the master, eða það farið djúpt, sko. The master. I'm not the master. En það var Pimp My Ride. Já, Pimp My Ride. Og Eminem. Nei, það var ekki Eminem. Það var Cesar A. Hann var hana. og það fólk talaði bara æðislegt að fá að taka þátt í þættinum og þannig. Já. En bíllinn, þeir löguðu ekkert bílinn. Nei. Þeir breyttu öllum bílnum, bara gerða hann bara með PlayStation 12, með bestu græjunum, sjónvarp, þannig að bing bara búm. Þetta var crazy, sko. Og ef að bíllinn var bilaður fyrir, þá kom hann bilaður tilbaka. Já. Þeir löguðu ekkert vélina, þeir löguðu ekkert pústkerfið eða dekkin eða eitthvað svoleiðis. En gerða hann bara flottan. Og þannig að, og svo tókuður, það var einhver viðtalið um einhvern gæði sem fór í þetta, svo tókuður eftir þáttinn bara allt stöffið út nema kannski hljóðkerfi, tóku PlayStation 12 skjáina og eitthvað svoleiðis og bara gáðunum bara druslunum tilbaka. Já. Vá. Og það sem þetta svolítið oft hann með raunveruleika sjónarpælti. Já. Þannig að hann var bara, ég fekk bara ekki neitt tilbaka eða ég fekk bara ónýtan bíl tilbaka og þannig að þetta svolítið sorglegt með þetta að gera, sko. Ég glemdi að skrifa inn hjá mér en mann setti þáttunum hana Home Makeover eitthvað. Já, Extreme Home Makeover. Já. Move that bus. Það er svo geggjaðir þættir. Það var rosa gaman að horfa á það. En heldur að það sé þá svipað dæmi bara? Ég veit það ekki. En að þeir eiginlega tóku ruslhús og breyttu þeim í mannsjón. Mannsjón bara tóku bara og bara rifu niður húsið, bara byggðu bara nýtt hús á viku var það ekki? Jú. Og treysti maður því bara þegar ég pæli því. Já, bara þið farið í Disneyland á meðan, allir bara og svo bara einhver gæi bara að sjá allir dýpstu leyndamál sem þú glemtir að fela af því hann þeir eyðiluðu húsið. Já, þetta. Nákvæmlega. Þeir fundu líkið undir kjatarunum. Aha. Já, í þætti númer 28 í seríu 3. Nei, nú ertu bara að bylla. 2015. Þú manst, nei. Kom á 2015. Þú ert ekki sérfræðingur í Extreme Home Makeover. 23. mínúta 2.18 sekundur. Nei. Já. Nei. Nú ertu bara að bylla. Nú er ég bullari. Nú ert bullari. En það var náttúrulega gert þannig. Og svo var líka einu sinni makeover þættir þar sem fólk var tekið í gegn. Já, ég elskar svo leiðis. Svo uppáhaldsvinniði þínir Queer Eye for the Straight Guy. Það er ekki eins og guilty pleasure, ég bara dýrka það og ég verið til í að hitta og bara hanga með þeim í viku. 9 eða gömlu? 9? Já, ég fílaði gömlu, sko. Það var náttúrulega í sjónvarpi á Íslandi í gamla dagar, sko. Já, þetta búið að vera lengi. Já, Queer Eye for the Straight Guy. Já. Þetta er ekkit fyrsta sinn sem þessi þættir eru. Nei, ok. Þeir hættu bara og svo núna komu nýir samkynniðir menn að gefa makeover. Já. Mér finnst þetta er rosalega töff. Þeir eru farnir að fara til útlanda. Já. Þetta er ekki bara í Bandaríkjunum. Og þeir eru að hjálpa bæði, eða ekki lengur bara straight guys, heldur bara öllum, konum. Já, ég skilði þig. Bara Þannig ég get bara sendið þeim post bara, ég bara kann ekki að klæða mig, endilega komið að hjálpa mér. Já, það keminga niður og bara, þeir myndur enda taka alltaf stúdíu í gegn og gera það geggjaðara. Er það á minn kostnað? Nei, ég held ekki, sko. Ekki, þá er ég til að tala við þá. Kannski sendið þið mail bara. Þú bara sleppir því að klippa og rækka því í svona smá tíma. Og ég er búin að gera það, ég er ekki búin að klippa á mig eða ranka mig í alveg tíma, ég verði klippingu á morgun. Já, það er planið ef allt gengur upp. Já. En, Óskar. Já.
Þú ert með eitthvað á þessu blaðið hana? Ég er með fullt á blaðinu, sko. Já, segðu mér frá því. Mér langar að spyrja þig út í hvort það horft á þess að þætti ég ætla bara komið nei Ertu búin að horfa á Ex on the Beach? Nei. Veistu hvað það er? Nei. Það er svo mikið, það er svo fáránlegt. Þetta er bara rosalega fallegt fólk. Já. Mín skoðun, ok. Sett inn í mansion. Já. Og þau eru bara, þetta er bara splitta 50-50 kallar og konur. Já. Og allir bara hafa gaman partí og gaman og frábært. Já. Síðan eftir nokkra daga þá kemur fyrirverandi einhverjar manneskinar inn í mansioni, sko. Og er það svona skemmalt eða eitthvað? Já, fuck up shit, ég bara... Jú, ég var búin að horfa á eitthvað. Bara hann getur ekki verið að gera þetta, hann sveik mig og svo byrjar eitthvað drama, svo er kannski súmanniski að fara að deyta eitthvað annan og þá er það eitthvað drama milli þeirra og þriggja og svo bara er eitthvað, ok, við bara gerum þetta svona. Svo eftir smá tíma kemur annað X og svo annað X og annað X. Já. Og svo endar það bara með því að allir eru að rífast. Já, það. Allan tíman. Sko, þetta minnir mér þetta þætti sem ég horfði á sem voru, manni hvað heitir, en þá voru, já, þau heit Perfect Match. Og það var búið einhver algoritmi búin að finna út og kom bara fullt af konum og fullt af köllum og algoritmi var búin að finna fullkomin sambönd. Já. Þannig. Og fólk þurfti að finna út úr því hver væri það er perfect match. Já, þannig að þau voru að fara og prófa þú að fara í klefan og aðtöku hvort að þið séu perfect match og sumir bara klikkuðu alveg saman og voru kannski ekki síðan perfect match og þetta var bara algjör steipa en já, halda áfram. Mannstættir þáttur Love is Blind, horfður á þá? Nei. Þetta eru stöðlega þetta líka. Já. Þá er þetta þannig að það bara verið að gera tilraun hvort að þú getur orðið ástfangin á þess að sjá manni. Já, var það á samfélags eitthvað, það voru svona sjónvarp og þú getur fengið message í samfélagsmiðlum og eitthvað svoleiðis. Ég man ekki alveg. Var það ekki? Hvort það var þannig alveg í byrjun, en það byrjaði þannig, eða allavega á tímapunkti þá var það þannig að þau voru bara lokuð inn í herbergi og þau sá ekki hvort hana. Já. Það var bara svona einhvern veginn svona veggur fyrir. Já. Og svo voru þau bara að kynnast fólki í gegnum vegginn. Já. Og þau höfðu eitthvað viku held ég til að kynnast hinum aðalunum í gegnum vegginn. Já. Og ef þau voru virkilega ástfangin þá áttu þau að biðja að gifta sér. Bara will you marry me eftir að tala saman í viku á þess að sjá hvort annað. Og það er svolítið stórt skref. Svolítið risa skref og giftast for real, sko. Já. Og svo bara eitthvað, já, ég elska þig. Og svo hittast þau eftir að hafa sagt já og eitthvað. Og svo mánuði seinna fer giftingin fram. Já. Og þá allt í einu bara vilt þú gifta sér mannesku? Og þá allt í einu bara eitthvað, nei. Já, ég skil. Og svo eitthvað drama en þetta gekk upp hjá sumir eru ennþá giftir og ástfangir og með baby á leiðinni og það kom nefnilega aftur þau alltaf svona þættir. Og þetta er stórskrítið. Já. Fílur Hell's Kitchen? Nei. Gordon Ramsay eitthvað? Nei. Ég elska Gordon Ramsay meira en að... Ég þóla hann ekki, maður. Vá, hvað hann er pirrandi gaur. Ok. Sjetturinn. Það er bara sjöllis. Vá, hvað ég gæti ekki að vera að vinna með þessum gæja, maður. Hann er svolítið tense. Alveg bara með bröðist neð báðum megin og setur utan hausinu og einhverju gælu bara What are you? I don't know. You're an idiot sandwich. Já. Og eitthvað bara þátturinn snýstum. Hann alltaf Hell's Kitchen, jú, er það ekki? Er það ekki það sem hann er með? Hell's Kitchen er það, jú. Jú, svo er hann með eitthvað aðra kokkaþætti. Hann er með Kitchen Nightmares. Já. Og þá fer hann inn á veitingastæði að hjálpa veitingastöðum sem eru að feila hart. Já. Og svo var Hotel Hell líka. Ég dýrka þessa þætti. Ég dýrka þá þætti specifíkli. Bara, hann fer inn á eitthvað ógeðslegt hótel þar sem það er bara pöttur í rúminu og svona ógeðslegi blettir í senguvörunum og... I'm not gonna sleep here. Já. Og svo bara kynnist hann hvernig staffið er og hvernig stjórinn er og svo bara endar það með því að hann hraunar. Ég elska þegar hann hraunar yfir einhvern. Ég þoli það ekki, sko. Ég vorkenni fólkinu svo mikið að þeir stundum á það ekkert skilið að vera hraunað yfir mann. Ég veit ekki, sko. Sko, allan ekki í Hell's Kitchen þegar það er að elda eitthvað og bara þetta er hrátt, bara þetta er ógeðslegt, bara hvað er þetta að gera með lífið þitt? Og allir bara
hún bara fyrirgefðu Gordon, hún er bara meistari, fyrirgefðu, skammaðu mig, gerðu það, sýndu mér athygli, skammaðu mig. Já, það bara, þú ert ógeðslegur, bara, já, takk Gordon. Hann gerði það við einhvern gæja hérna á Íslandi. Já, hann kemur oft til Ísland sko, örugglega 1-2 ári. Og er hann bara, sko, þessi gæi fyrir okkur veitingastæði og bara drullar yfir þjónin, sko. Hann samt gerir held ég það sem myndum allir vilja gera, eins og við vorum að tala í síðast þetta eitthvað, fáum vitlaust mat og við bara, við látum okkur hafa þetta. Ég langaði barbecue en ég fekk ekki barbecue. Hann hefði bara, þú veist, tekið barbecue boxmasterinn og kastaði inn í eldhúsið og bara, ég vil fá nýjan og bara verið brjálaður. En hann má það, hann er Gordon fucking Ramsay. Já. Skilur, það er engin öllum drullu sama Óskar Eðar Hansson á veitingastað bara sem bara, þetta er ógeðslegt og það er bara eitthvað bara platti komin inn í eldhúsið bara, ok þetta gerur 5.670 og þú er bara, ég vil fá nýjan en þetta var gott hjá honum þegar hérna á Íslandi þetta var samt einhverja stelpur sem voru að fara að skemmta sér kvöldið og ætlaði að byrja á einhverju veitingastað og voru búin að panta eitthvað VIP-dæmi á veitingastæðum og það var bara, held ég að sesta búið að setjast niður og fá sér og gaman sem kemur allir einhver þjónn eða eigandi eitthvað bara, þið verður bara að fara Gordon Ramsay er að fara að koma og hann bara out of place, þannig að hann rak það niður eitthvað svo leiðis og eina stelpunum sagði Gordon Ramsay þetta og Gordon Ramsay bara eins og hann verður bara brjálaður, lappar upp að eigandunum eða þjónunum eða whatever og hann bara leiði stelpunum að fara upp á sitt svæði aftur, ég kem ekki hingað aftur. Já. Og það er alveg cool. Það var alveg cool sko. En hvað er þetta með meira? Sem er mér. Ég sagði að við þurftum að búið til þátt. Já. Þannig ég fór yfir svona nokkra japanska þætti. Japanese? Já, Þeir eru svolítið merkilegir með raunveruleika sjónvarp. Já, þeir fara aðra leiðir sko. Þeir eru aðrir menn hérna í raunveruleikanum. Já, semur. Mér fannst svo gaman, þetta er þættir sem heita Candy or Not Candy. Já. Og þeir þættir eru basically þannig að eins og bara sem dæmi þessi mikrofót geti verið nammi. Já. Bara ég geti bitið í hann og það var bara súkkulaði. Annaðhvort er þetta nammi eða ekki. Já. Og það var ég sá einhvern gæja vera eitthvað svona káa hurð eitthvað og sem fer hann að hurðarhúnum og bítur í hann og hann bara brotnar, það var bara súkkulaði. Já. Og svo það besta sem ég sá var einhver svona miðaldra gamall kall eitthvað og hann bara eitthvað japla á skó. Já. Og þetta var bara skór en samt hélt hann alltaf áfram bara. Já, af því hann hélt kannski að þetta væri nammi. Já. Já, ég skil. Já. Svo Já. Svo erum við annan þátt sem heitir Find a Chair. Það er svolítið skemmtilegt. Þetta er bara stórt svona okay, þetta er svona stórt herbyggi og það er svona audience sem er að fylgjast með. Já. Og gæinn er svona að binda fyrir augun á honum. Já. Og svo er hann snúið í ringi. Og já, svo er bara stóllinn settur einhvers staðar og svo er hann að reyna að finna stólinn. Já, ok. Og það er ekkert meira. Ég held að minnir að það hafa verið svona súlur sem staðar eða svona eitthvað sett fyrir og svo er bara fólk að fylgjast með kallinum að detta og leita stólnum og það er magnað sko. Svo var ég með meira. Já, Enjoy Your Meal. Þú eru einhverjir hafa séð þetta örugglega. Það var þetta svona glerrör og það er 2 manneskjur sem að fara sitt hver megin við rörið. Ertu þreyttur? Já. Og það sett svona patta kakkalæki eitthvað í miðina. Já, voru blása. Já, blása í rörið og svo bara sá sem fær hérna kakkalæki og það er að borða hann. Já, og svo mann ekki tapar. Já. Og þetta er að klikka það stað. Já. Heitir Big Wash. Ok. Og markmiðið í þessum þætti er að fólk fær skál af núðlum. Já. Og það sest inn í stóra þvottavél. Já, og það er hann að borða skálina eiga borða núðlurnar á meðan þvottavélina snúast. Sko, þessi þættir þetta er sko next level raunveruleika sjónvarp. Ég enda að væri alveg til í að láta reyna á það sko. Ég var til að horfa á þetta væri í Íslandi, við myndum sjá bara Pétur Jóhann bara, jæja Pétur, nú ætlar þú að borða skál af núðlum inn í þessari þvottavél og allir, og
og svo fyrir hann bara og svo leikur hann köttinn í vélinni eins og þvóttavél eða eitthvað ég veit það ekki. Ég elska það, fyrst sem klárar núðlunar hann vinnur. Já, ok. Þannig að gengur vel fyrst og svo náttúrulega fer alltaf kvól, þá eru núðlunar konar út allt. Fyrir ekki afsakið. Þetta gerist. Já, en þú ert með einhverja spurningar hann á mér? Ég er með spurningar. Ég glemdi spurningu síðast. Það var svona erfitt að spyrjast fyrir hvað voru að gera síðast. Já, það var erfitt. Er það tilbúin? Já. Ert þú tilbúin? Ég er tilbúin. Nýtt spurningatónlist. Nei, þetta er sama. Ég ætla að setja þetta. There we go. Þarna, þetta er betra. Hvenær var Idolið síðast haldið á Íslandi? A. 2009 B. 2005 C. 2003 eða D. 2007? Þetta er erfið spurning. 2009. Það er Já, sko. Ding. Hvað er Simon Cowell gamall? Er hann A. 45 ára B. 77 ára C. 61 árs eða D. 38 ára? 61 árs. Já, það er rétt. Ég veit allt raunveruleika sjónvarpóskar. Allt. Greinilega. Með hvaða hljómsveit spilaði Adam Lambert með á loka kvöldinu í American Idol árið 2009? Var það A. Queen B. Kiss Queen C. Poison D. Sigur Rós? Queen. Nei, það var Kiss. Ha? Já. Nei. Hann söng með Kiss á loka kvöldinu sínu. En hann var síðan frontsöngmaður Queen, það ekki? Jú, hann er að spila með Queen núna. Já, það ekki? Hann er aðal söngurinn í Queen. Þetta var góð spurning, Óskar. Þetta var góð spurning. Það var svolítið trick question, sko. Þetta var góð spurning. Jæja. Já. Hvenær var Ísland í Wipeout? Afsakið. A. 2015 B. 2009 C. 2014 D. 2007? Sko, ég var í minni til að vinna 2014. Já. Vá. Hvert tíminn, sko? Ég ætla að segja að þetta hafi verið sama ár, 2014. Nei. 2015. Nei. Ha, 2009? Já. Vá. Ég var að mynda að skoða þetta á hann og ég bara ætla ekki að trúi þessu, sko. Það er langt síðan. Já, 12 ára síðan. Vá, hvað þetta er orðið langt. Tíminn líður hratt á gleði manna öld. Já. Gleði manna öld. Ertu búin að syngja það allan tíman? Tíminn flýgur hratt á gleði manna Ég reyndar já. Já, nei. Tíminn líður hratt á gleði manna öld. Já, það er vitlaust, Óskar. Það ætti samt að vera rétt í dag. Nei, það er ekki en gleði manna öld. Ég held að þessi, nú er ég farin að spyrja sjálfa mig. Nú er ég farin að efast mína eigin vitneskju gleðibankan. Ég held samt að það sé rétt hjá þér, það sem þú sagði fyrst. Ég held það líka. En ég tók eftir einni skondinni tilviljun með allar þessar spurningar. Já. Er þetta allt DSC? Þetta er allt 2009. Já. Nei, Simon Cowell er náttúrulega ekki fættur 2009. Nei, það er alveg, hann gæti samt verið að taka blóð úr manneskju fætt 2009. Já, svona hann er svo unglegur alltaf. Já, hann er það, sko. Já. Horfir þú á America's Got Talent? Stundum, eða ég horfir svona klippur á YouTube? Já. Ég gera það líka, ég er festist stundum alveg í þessum klippum. Hefur séð kallinn sem að hann gleift alls konar hluti. Já. Hann tók einhvern tíma giftingarhring eða eitthvað og gleipur hann og kemur aftur upp. Hann setti held ég, hann læst hann líka. Já. Og leist hann í magan. Já. Hann einhvern veginn gleifti hringinn með lásunum og gleifti svo líkil. Já. Og svo einhvern veginn náðan bara eitthvað guppa sér út og sér aftur. Hann heitir eitthvað The Gurgtory Guy eða eitthvað. Mjög skrítið. Var það ekki fake? Nei, hann er vist alvegni til og sagan á bakvið þann mann er svo að hann var nefnilega laður í einelti í grunnskóla og hann var alltaf stólinn á næsti matapenningurinn og hann átti það til að gleypa hann
og æfði sig í því að ná honum aftur upp. Já. Og þannig fekk hann þann hæfileika að gleypa hluti og framkalla það aftur. En hvernig fór hann að því að Hann bara þjálfaði magan sinn þannig. Þetta bara vöðvi. maginn vöðvi? Örugglega einhverju leyti. Hann alltaf eitthvað þannig. Ég kann ekki. Nei, þú kannt þetta örugglega ekki, en hann gubbar þig bara upp aftur og hann bara búin að æfa sig að gera þetta. Þetta rosalega. Hann búin að taka þátt í mörgum talentþáttum. Það eru sumir sem í þessum talentdæmi sem bara að flakka á milli landa að taka þátt að reyna að vinna. Já, það. Það er alltaf, er þetta ekki $100,000 í þessu? Jú, það er alveg fullt af peningum, sko. 30 milljónir held ég. Já, en eitt sem ég þoli ekki í svona America's Got Talent eru söngatriði. Nei, það er svo venjulegt eitthvað. Já, það er bara að farið í ædolið. Já. Bara, þú ert á vitleysum vettvangi, farið bara í ædolið. Ég held að ædolið sé alveg bara döitin, en alltaf það er þarna The Voice. Já, það kom í staðinn. Já, en Óskar minn. Já. Ég held að það sé komin tími á okkur. Þú segir þetta alltaf. Já. Í lok þáttar. Já. Óskar, ég ætla að glemta að tala um eitt þátt sem ég að horfa á. Þú reynur ekki þátt. Já. Það er 19 Kids. 19 Kids? Já, það eru hjón sem eiga 19 börn. Ha? Já. Já. Nútíma hjón? Þau eru ennþá, börnin eru ennþá 19. Já. Já, þau eiga 19 krakka. Og hvað gera þau? Þau eru bara eina sem þau gera að sjá þessa krakka. Og það allur þáttur? Þátturinn bara snýst þeirra líf. Ok. Og svoleiðis, ég horfði á 2 þætti. Það er náttúrulega stenglindum að tala líka um Ozzy Osbourne og Gene Simmons þætti. Já, það var algjör steypa maður. Það var svo skemmtilegt. Það var, gæinn svo steiktur. Já. Og bara þátturinn gerðunum held ég ekkert gott. Nei, ég bara mann þegar hann var að og bara börnin verðu öll brengluð, sko. Já, út af þessum þáttum. Ég held það. Ég held að mann eftir að Ozzy var að blanda eitthvað í blandara. Já. Og svo gleymir hann að hann var að blanda hlut. Og hann fyrir bara eitthvað að lesa bók og leggur sig og svo er allt eldhúsið komið í reik og blandara búin að bræða úr sér og eitthvað. Já, þetta klassískur Ozzy. Klassískur Ozzy, sko. En heyrðu, Óskar minn. Já. Við erum í bóði Ísland.is. Það er sér rétt. Og takk aðeinslega fyrir okkur og takk fyrir að hlusta og endilega fylgja okkur á Instagram, Facebook, TikTok og YouTube og kíkta okkur þar. Já, svo erum við með þetta skímanúmer ennþá 7922025. Já, við erum með e-mail sem við mann ekki hvað er 2loðnir@gmail.com. Já. Og svo leys. Það er alltaf þetta á sambandi okkur. Já. En heyrðu, við sjáumst. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig og bara góða skemmtun. Já. Bye bye. Mm.